Þetta er verkefni 9 í Excel, blaðsíðu F16, síða 4 parkett. Ég er búin að setja talnaútlit hér á A-dálk og C-dálk. Ég gerði það hér í number, valdi custom, skrifaði 0, orðabil, shift og 2 og mm og shift og 2. Og það sama gerði ég hér, nema þá skrifaði ég 0, orðabil og fermetrar. Þetta shift og 2 og gæsalappir. Verð samtals ef verð á fermetra er 2590 og ég kaupi 35 fermetra og margfalda ég saman magn og verð. Það ít á Ctrl og Enter. Og verð með afgreiðslugjaldi. Þá er búin að gefa hólfum heiti hér á síðunni gjald. Þannig ég ætla að fara hér og segja sama sem. Það er talan í D3 plus afgreiðslugjaldið og til að fá upp heiti hólfa ýti ég á F3 á lyklaborðinu og smelli á afgreiðslugjald. Það er þetta svona. Ef ég er á fartölvu þá þarf ég að ýta á FN og F3. Ég ætla að ýta á Ctrl og Enter og heildarverðið hér er að ef talan í E3 er lægri en eða jöfn og parkett lágmark sem ég gaf heiti á síðunni gjald, að þá bætist flutningskostnaður við töluna í E3, annars gildir talan í E3. Þá fer ég í if-fallið, FX og if. Og hér smelli ég ef talan í E3 er lægri en eða jöfn og smelli á F3 eða function og F3 og parkett lágmark hérna, ok. Semikoma skilur af línurnar hérna. Ef talan í E3 er lægri en parkett lágmark, þá er það E3 plus flutningskostnaðurinn sem ég gaf heiti líka og ýta á F3 til að fá heiti. Og svona. Annars gildir talan í E3. Stakka þetta hérna aðeins upp. Ef E3 er lægri en eða jöfn og parkett lágmark, þá gildir talan í E3 plus flutningskostnaður, annars talan í E3. Ég smelli hér á OK. Þá er ég komin með allar tölurnar og ég get sett þetta allt í blokk og afritað í einu lagi niður. Þá kemur þetta svona. Og ég ætla að vista.